Sæl, Donna mín, nú loksins komið að viðtalinu. Hvernig hitti ég á þig? Ha, hittið þú á mig? Ég fann ekki fyrir neinu. Ha, Donna, ég kom til að heyra sögunum um COVID og sókinn og allt það. Nú, já, alveg rétt. Sko, fyrst fekk ég alfa-afbrigði og var hundveik í mánuð, var bara í rúmunu, síðan kemst ég á lappirnar og allt í guddi. Hvað segirðu, elsku Donna mín? Síðan smitaðist pabbi og ég þurfti að fara í sóttkví. Svo smitaðist mamma og ég þurfti að fara í sóttkví. Svo smitaðist systir mín og ég þurfti að fara í sóttkví. Svo smitaðist bróðir minn og ég þurfti að fara í sóttkví. Síðan fekk ég bara þetta delta og var í rúmunu hundveik í mánuð. Þetta hefur verið rosalegt álag á þig, Donna mín. Nei, já, ekki svo. Ég fekk mína eigin svítu. Fekk 75 tómi sjónvarpið inn til mín og tölvuna og hægindastólina hans pappa og nuddtækin hennar mömmu, en ekki alveg öll, sko. Og svo fekk ég ísskápinn líka inn og ég ein fekk að fara í heita pottinn og fekk líka að ráða matseðlinum, fekk líka sko airfryerinn inn til mín. Ég skil ekki okkur systkini mín eru svona reið út í mig. Nei, en Donna mín, hvað svo? Nú svo var ég útskrifuð af Þórólfi, Víði og Ömlu og þá þurfti ég að fara að vinna. Nú var það ekki rosalega ánægilegt að fara að vinna. Nei, veistu að ég er bara ekkert fyrir það að vinna. Nei, einmitt. Það er bara rosa fínt að vera svona heima. Já, maður bara lendir fyrir þessu. En Donna mín, hvernig var það? Fékkstu ekki einhverja bólusetningu? Ó, jú, fyrst fekk ég Astra og var veik í viku og svo þurfti ég að fara aftur í hádegishöllina og ná í hanskana mína. Þá var ég bara drifin í bólusetningu aftur og þá fekk ég Jensen og bara steinla í viku. Ég minn elsku Donna mín. Gud bevare for mig. Svo kom SMS að ég ætti að koma í bólusetningu númer 2 og ég reyndi að segja að ég væri búin að fá bólusetningu númer 2 og hlusta ekki á mig. Þannig ég bara fór og fekk Pfizer og steinlá í viku. Það á ekki að þér að ganga, Donna mín. Ég var rétt búin að jafna mig þegar ég fekk á Pfizernu þegar var sagt mér að þetta koma örvunarsetningu með Moderna og ég bara steinlá í viku. Ég sem fór bara til að sjá skemmtiatriðin. Herra minn Guð, Donna mín. Fannst ekki fyrir einhverjum aukaverkunum? Já, sko, allavega hef ég ekki farið á túr aftur og svo hef ég orðið vör við þó nokkra ristruflanir og einhverja svona kippi, svo man ég ekkert svo mikið. Svo hérna þarf ég að nota svona bleiu, svona fullorðins. Já, svona blúndubuxur. Já, annars skýt ég bara í buxurnar. Það er engin rosalega hrifin af því. Þetta eru bara svona up-and-go buxur, svona ég er með þetta svona við hendina, sko, ef eitthvað gerist, sko, svona. Svo er ég líka stundum þreytt. Elsku Donna mín, það á ekki að þér að ganga. Ertu ekki alveg orðin sveif fyrir COVID?
Nei, kelli mín. Ég fekk svo ómikron daginn eftir hinn daginn, bæði A og B. Og hvað hefur svo lært af þessu? Ekkert. Eða jú, það er best að vera bara heima hjá mömmu og pappa. Ég er náttúrulega búin að vera það síðastliðin 46 ár. Já, og svo þá deltaafbrigðin heldur 9 stökkbreytingar en ómikron heldur bara 32 stökkbreytingar á Nike-prótíninu. Og svo er bara forðast fólk með þessa pinna maður. Það er ekkert nema við sem lýst af því. Ég er eitthvað skrítið. Ég þarf að komast á kamerun. Jæja, þá kveðjum við Donnu og segjum takk fyrir daginn.